Við erum komið hérna undir stýri á WAF ID Buzz GTX. Þetta alveg spunkuð nýr bíl frá Heklu, ný típa af ID Buzzinum og hann langur þessi bíl. Hann talsvert lengri en sá fyrri og hér sko ekki vöntun á plássi. Það alveg nægt pláss í þessum bíl og það ekkert ósvipað að sitja undir stýri hérna eins og á öðrum ID bílum, það að segja ID4 og ID5, nema þú situr mun hærra. Útsýnið alveg stórglæsilegt. Þú horfir hérna til allra átta hérna í gegnum framröðuna sem upphituð. Það verður að segjast þessu verð, það allt í þessum bíl. Allt sem við viljum sjá í svona nútíma rafbíl. Þessi bíl fjórhjóladrifinn og þið sjáu hérna framan á hann, þetta alveg rosalega flottur framendi finnst mér. Stóra Volkswagen-merki hérna framan, það ljós hérna sem ná allan hringinn hérna, hann virkilega flottur að kvöldi til eða í myrkri hérna framan á síðan svona honeycomb loftintak hérna. Það LED IQ ljós sem að slökkva sjálfvirkt á sér eða þú mæti bíl og með háljósin á. Hann hægt að fá í fullt af litum innan bíl og hann hægt að fá bætón sem sagt með öðrum lit að ofan. Það kostar aðeins aukalega og svo líka hægt að fá á hann alveg rosalega flott svona panorama glerþak. Það virkilega gott að aka bílnum. Þessi bíl aðeins öðruvísi í akstri heldur en styttri Buzzinn. Styttri Buzzinn hann átti það til að hreyfast svolítið svona upp og niður. Þú fannst fyrir því að þetta var eins og brauð í laginu, en þessi bíl með mjög skemmtilega aksturseiginleika. Hann alveg þrælfínn í beygjunum, stýrið alveg silki mjúkt. Ég get ekki séð að fjöðrunni sé neitt öðru sinna á til dæmis ID5 eða ID4. Hérna við með afturhlerann, rafdrifinn að sjálfsögðu, myndavél hérna. Og þessi bíl hérna, hann 7 manna. Það 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og gólfið á honum í hérna 2 hæðum. Hérna hægt að geyma slatta af farangri. Það hægt að taka sætin úr honum sem að gefur honum þá ennþá meira pláss. Það 12 volta tengi hérna og það fullt af USB-C hérna fyrir þá sem farþegar aftur í. Ég sá það líka hérna í sætarúnum 2. Ef við tökum þessi hérna sæti upp, svona, þá við kannski að tala einhverja 300 lítra hér af geymsluplássi. Ef við skellum þessu niður aftur, þá við einhvers staðar í 1300 lítrum og ef við tökum þetta allt niður og þá komið sundlaug. Það bara 2500 lítrar. Ég hef aldrei reynt að skilið þetta lítramælinga einingavesin alltaf í skotti aftan í bílum eða farangursgeymslu. Ég vist bara að vera 3-töskubíl, 2-töskubíl eða 1-töskubíl eða eitthvað svoleiðis. En þetta afskaplega flott. Virkilega smart innanrými í þessum nýja ID Buzz GTX. Það svolítið gaman frá því að segja að skjákerfin í Volkswagen hafa ekkert verið neitt kannski til þess að hrópa húrra fyrir, en maður finnur það strax þarna að þið búin að nota ID5 svolítið og ID4 líka. Þá finnur maður að þetta miklu hraðvirkara og það fleiri fítusar í þessu heldur en áður. Og ef við förum hérna í miðstöðuna þá sjáum við það að við getum stilt hana eins og við viljum hérna, fáum hérna upp á, við getum sett á auto eða smart og fengið til dæmis bara á rúðurnar og þá litast rúðurnar hérna rauðar. Nú ef við getum fengið blástur á okkur, setta á auto. Þessi hérna bíl, hann kemur með 86 kW rafhlöðu og hann með 335 hestöfl samanlagt og einhvers staðar í kringum 600 Nm í togi, sem þýðir að maður spyr sig hvort að þetta sé jafnvel aðeins svo mikið fyrir svona ferðabíl eða þetta getur líka verið partybíl eða fjölskyldubíl eða hvað sem en þetta allavega vel í lagt með afl í þessum bíl. Maður finnur það alveg þegar maður ekur honum. En hérna erum við með hurðir á sleðum. Þið sjáu það að ég get opnað hurðirnar hérna með því að ýta hér á hnapp. Þetta alveg þrælþægilegt. Segjum svo að maður væri í skítaveðri og ætla að fara að opna þetta í einhverju roki og rigningu og svoleiðis, þá getur maður bara að opna fyrir þann sem að koma. Hann hoppar inn og svo lokaði maður aftur. Nei, maður gerir það reyndar ekki hérna. Maður gerir það svona, þá opnar maður hinum megin. Það 2 takkar á þessum lykli hérna og hurðin svona ljúflokast. Hérna síðan hægt að opna lítinn glugga inn í bílnum. Annars mjög gott
loftræstikerfi í þessum bíl. Þú getur stillt loftræstinguna aftur í líka. Sem sagt, hann fullur af fítur sem má tækni þessi bíl. Og þeir eru búin að taka afþreyingarkerfið í gegn í þessum bíl. Þetta hraðvirkara. Það auðveldara að renna í gegnum þetta kerfi. Það fullt af alls konar skemmtilegum fítusum í þessum bíl og navigation systemið alveg þrælfínt. Það einfalt frekar. Ég hef ekki prófað að stilla neitt á aksturstillingarnar. Við prófum hérna í gær, við vorum að ná í bílinn og þá ætlaði ég að setja svona hita á sætin og kveikti þá á einhverju svona nuddæmi og þá fór alltaf fulla ferð við bakki á mér. Mér hefur alltaf fundist þetta óþægilegt þegar ég hef verið að aka bílum með svona fítusu að það sé hægt að nudda manni bakki á ferð en þetta actually bara gott, þetta þægilegt. Þetta svona aðeins hreyfir við ef maður að keyra einhvers staðar út á vegi að þá má alveg kveikja þessu. Allavega að þá eru rafmagnsstilt sætin hérna og getur stilt mjóhringstuðning og fært fram og tilbaka hérna bara í tökkum við hliðina á þér, hækka og lækka sætið. Svo hægt að lengja hérna seturnar þannig að það ná betur undir hnésbútina. Það finnst mér mjög þægilegt. Alveg virkilega gott að ef maður að keyra þetta langa vegalengdir út á vegum að þá verður maður ekki þreyttur í fótunum og upp í mjöðmina. Hérna erum við með hleðslugáttina. Það að sjálfsögðu hægt að hlaða hann í heimahleðslu og þá tekur hann 11 kWh inn á sig í einu. En ef við notum hraðhleðsluna þá hann að geta tekið alltaf 185 kWh inn á sig í einu. Og það þýðir að heima hann kannski svona 8-9 tíma að fylla sig sem sagt frá 0 og upp í 100. Ég myndi nú kannski ekki gera það, ég myndi setja hann frá upp í 80% og þá erum við kannski að tala 6-7 tíma yfir nótt. Annars maður aldrei að hlaða svo mikið held ég almennt. Fólk að hlaða svona frá 20 upp í 80% og svona kannski 4 tíma að því. Kveikir á þess að maður fyrir að sofa og lætur bílinn malla yfir nóttina. Nú, þetta CCS tengi, Type 2 og sem svona mjög algengt á þessum nýjustu bílum. Þið sjáu alla hönnun hérna, hvað þetta smart og skemmtilega retro og í ætt við gamla bílinn. Maður verður að passa sér pingu í beygjunum, hann er stór þessi bíll, hann langur, hann rétt tæpir 5 metrar að lengd og það virkilega langt á milli hjólana. Hjólabilið frá afturdekki og að framdekki mjög langt. Það gerir bílinn kannski enn stöðugri. En í þessum bíl ný rafhlaða, endurbætt með þéttari sellum og lithium-ion, held ég hún heiti. Hún á að gefa talsvert meiri drægni. Og við erum núna til dæmis stilt í 99%, ég hlóð bílinn alveg upp í topp, það náttúrulega ekki faktist að gera það, bílinn á að vera í svona 80% hleðslu til þess að vera hámarka endingu batterísins og svo framvegis, en hann að fara stiltur á 565 km hérna núna og í gær þá vorum við að aka bílnum frá Reykjavík til Keflavíkur og mér sýndist eyðslan vera svona í kringum 20 kWh á hverja 100 km. Og það bara mjög gott. Það bara nánast eins og framleiðandinn Volkswagen segir að það eigi að vera. Ég held að sé harra, þetta alveg splunkunýr bíl, bara búið að keyra hann einhverja 100 km, þannig að það kannski ekki alveg að marka þessar tölur fyrir að búið að keyra hann allavega 2-3.000 km. Við höfum alltaf tekið hérna test á því hvernig það setjast aftur í. Það eiginlega bara svolítið fyndið hérna. Það þarf ekkert það bara eins og þú situr hérna í, ekki þotu allavega, þú situr hérna í mjög runguð og þægilegu rými. Sætin halda mjög vel við. Það svona Alcantara hérna í miðjunni, þetta svona GTX stíll á þessu með rauðum saumi hérna. Virkilega flott. Það eru Isofix festingar hérna hægri vinstri. Hérna erum við með svona lítil svona flugvélaborð. Hérna getum við örugglega sett einhverja drykki eða eitthvað sem maður að láta krakkana nasla í eða farþegana. Hérna eru síðan festingar fyrir farsíma og svoleiðis til þess að horfa
ef maður með eitthvað svoleiðis hérna. Og síðan þetta að loka hérna með takka hér, hurðinni hérna. Og hún með ljúflokun líka, þessi. Svo getur maður að opna hérna, ef það væri ekki rafstýring. Þetta hérna svolítið flott, þetta svona retro. Þetta var í gömlu rúgbrauðunum, man ég. Þá var ég bara krakki með bróður mínum í svona rúgbrauði. Það var svolítið spes. Hérna á milli svona miðjustokkur með skúffu. Þetta box hérna færanlegt. Það hægt að taka þetta hérna, stilla hérna stærðin á hólfunum og svo getur maður bara fjarlægt þetta, skilja þetta eftir heima, þannig að þá hægt að labba hérna í gegnum bílinn. Meira á þar. Hérna erum við með loftræstinguna, aircondition hérna og ljós. Þetta alveg meiri háttar smart allt saman. Virkilega flott. En það ekkert annað að segja í sambandi við aksturinn, en hann maður bara eins og maður svífi á skýi. Þetta bara rosalega skemmtilegu bíl í akstri. Stýrið létt. Fjöðrunin svona nokkuð á pari bara við það sem í minni bílum eins og ET4 til dæmis eða ET5. Takkarnir hérna í stýrinu og það allt eins og í hinum bílunum. Hérna kveikir á cruise controlinu hérna megin og getur stilt fjarlægð frá næsta bíl í með skinnvætta hraðasteilinum. Ljósin eru hérna, það ennþá þetta hérna að maður snerti bara takkan til þess að stýra rúðunum aftur í, en það vantarlega ekkert að stilla neitt aftur í hérna. Það enga rúður til þess að fara niður hérna aftur í. Það barnalæsing og það hægt að stilla speglana þeir eru upphitaðir og það blindhornaviðvörun og stefnuljósi kemur hérna í speglinu líka. Það allt í þessu sem þarf að vera. Og á þessum bíl eru rafstýrðar hliðarhurðir sem kostar svolítið aukalega en virkilega þægilegt að nota.